daginn. Til hamingju með daginn þinn, Konráð minn. Það má alveg óska sjálfum sér til hamingju með afmælisdaginn, ekki? Það það bannað. En við gerum nú ýmislegt hér sem bannað. Og skömmumst okkur ekkert fyrir það. En það er 24. september í dag og hann búinn að vera afmælisdagurinn minn í 72 ár og ekkert minna heldur en það. Og hann einn runnin upp og svo klukkan 24 í kvöld þá lýkur honum. Og hvað gerist þá? Samkvæmt venjunni og annan og þá mann svona lagstur á sitt vallega eyra á kottan. Og svo bara sefur maður sinn venjulega svefn yfir nóttina og dreymir einhvern lífandi ósköp, oft tómt rugl. Svo vaknar maður bara og sest í tölvuna, hún getur fyrir fram mig og gerir eitthvað þar. Ég veit ekki, það er miðvikudagur í dag, já, ég veit ekki hvort það er stund í kvöld, lókir eða eitthvað, kirkjunni ekki fyrir natúað. En ætlum að vera ekki þar ef það er eitthvað. Og maður er í afmæli þá þarf maður að stunda kirkjunni sína og vera hændur að henni. Við höfum að vera með trún okkar þannig stenda að við hænustum að kirkjunni. Og þá, það gerist að því okkur þykir vænt kirkjuna, en því ráðum við alveg. Ekki? Ég myndi segja það. En það er afmælisdagurinn minn í dag og til hamingju Konráð minn með afmælið. Ég er búinn að fá nokkrar kveðjur. Facebookin maður, hún klikkar ekki. Ég man eftir því að þegar Facebookin var, við hafnfirðingarnir svo lengi að taka við okkur. Þegar ég kom að austan og þá var Facebookin, ég kom að austan 1998 eitthvað svolítið. Þá var Facebookin jú komin en svona ekkert þetta útbreyta dæmi sem það er í dag og hvernig fekk ég mér Facebook? Það var lengur seinna, eða einhverjum árum seinna. Ég var alltaf í vinnu, þetta var eitthvað fyrir mig. Og svo leit ég til leiðast og skráði minn og fekk þetta fallega dæmi og það hefur mann á hangið síðan. Og finnst mikið til koma. Það sem ég fannst áhugaverðast við þetta Facebook-dæmi er að þetta er náttúrulega útbreytur miðill og allt saman það og þú getur birt allt þú vilt sjálfur. En ég er nú einn af þeim köllum sem að vill bera ábyrgð á því sem að ég geri og reyni því að vanda til verka. Þannig ég er ekkert að henda ykkur frá mér sem er ekki vel ígrundað. En við sem erum á þessu staði verðum náttúrulega að vanda okkur og gæta okkar að vera ekki bara með eitthvað fleipur. En það er í raun og vera enginn sem að þannig sé stoppar það. Þannig að þú þarft að vera þinn herra ritstjóri sjálfur. Og þann titil hef ég tekið mér raun og veru. Ég gerði strax. Svona vel svolítið að ég er að láta út. En yfirleitt þá skrifa ég bara það sem ég ætla mér að nota og maður er náttúrulega orðið það reyndur í þessu sem að tekur sér bara fyrir eitthvað verkefni og gerir þeim eitthvað skil. Svo lestu þetta með á fyrgið og svo lestu það aftur. Ég sé það bara á þér. Það er mest að fyrlega hvað fólk hefur tekið þessu vel. Ég átti nú ekki von á því þegar ég var að byrja í þessu að nokkur maður að lesa þetta. Þannig sjálfsálitið var nú á þessum stað þá. Sjálfsálitið er náttúrulega bara á eðlugum stað í dag og hefur reyndar alltaf verið en maður er ekkert í skýjunum. Og maður steypist ekki úr skýjunum niður á jörðinu og brotlendir. Það er ekkert svoleiðis. Svona jafnaðið í gangi. Og þetta jafnaðið hefur nú vaxið og aukist eftir að ég komst til trúar. Og það er góður staður að vera á að komast til trúar og viðurkenna að trúin í gjöf.
og með þessa gjöf þarf maður að fara vel með, vegna þess að gjöfin í Guði er til að heiðra hann. Og þú heiðrar hann best og mest með því auðvitað að trúa, og svo að vera þessi trúað einstaklingur sem þú segist og hvernig hegðar hann sér. Hann hegðar sér bara guðlega. Og hvað er að vera guðleg hegðun? Þá ferði í Biblíuna þína og þú lærir henni. Þá veistu allt hvað er guðleg hegðun. Þetta er það sem að kristin trú er að uppáleggja okkur og með þeim hætti, með þessari góðu hegðun, kurteissu hegðun og vera heiðarleg manneskju og allt saman það, að þá ert þú þessi fyrirmynd sem hann vill sýna á jörðinni. Á hverju staðinn í dag? Ertu þessi fyrirmynd? Já, ég veit ekkert það. Ertu opinbert andlit Guðs á jörðinni? Ég veit ekkert það. Ég veit að Drottinn vill að þú sért þar, en þú ert ekki þessi manneskja sem tekur aga og tekur tiltali frá honum, og þá ertu bara það sem þú ert, en hann hendur engum út, það er ekki málið, en hann vill að við vöxum og við viljum að við séum svolítið aktív í okkar trú, og ég ræði öllum það. Það getur enginn skipað með neitt þar og ég hef tekið þann pól í hæðinni að vera þetta. Margt löngu er ég hættur að pæla í því hvað aðrir sjá, það er ekki mitt áhyggjuefni að vera að pæla í því. Þess vegna segi ég það og hef alltaf sagt og langt sem ég komst að því að maður þarf að vita hvar maður stendur, hvort sem er í þessu eða öðru. Þetta var nú bara svona enn eitt garnitúrum hjá mér, svo alltaf þá veit ég ekki af hverju ég er að þessu. Það sé ekki bara verið að ég hef svolítið gaman að því. En það má alveg hafa gaman að því og sérstaklega afmælisdaginn sinn, maður er 72 ára gamall. Þannig að maður má alveg hafa gaman að einhverju. Það er ekki að láta rífa allt af sig þó maður sé orðinn 71 og allt búið þegar maður er orðinn 72. Þetta er rétt að byrja maður. Það er nú það skemmtilega við þetta allt saman. En það er mynd af mér í Facebook, af mér, já, í dag, og svo þegar þessi var 8 eða 9 ára. Þá var maður alltaf bara barn, krakki, og enn að leika sér í bóðaleikjum og bílaleikjum og alls konar leikjum. Ég nógst nú upp úr þessu fljótlega eftir og þetta gerir maður ekki í dag og ég veit ekki, langar einhverjum til að vera í bílaleik 72 ára eða 20, ég held ekki. Allavega ekki mér. Ég held það að ef maður fær að lifa eðlilegu lífi, og æskan er partur af eðlilegu lífi, og ef æskan manns er eins og hún á að vera, þá ertu náttúrulega bara þetta barn og þú ert að leika í bílaleikjum og bátaleikjum og öllu því, eða þú strákur, stelpurnar, leikurfinn og öðru sig. Ég veit ekki hvernig þeir gera þetta. Hvort það er, ég held að það sé ekki breytt. Og svo leggur þetta frá þér. Þannig að þú þroskast, ekki það að þér finnist þetta vera asnalegt, það er í þessu, heldur bara að þú vext frá þessu og það tekur eitthvað annað við sem meiri til í fullorðnu fólki. Þú átt eina minninga frá þessu tíma en þér langar ekki endilega til að fara að upplifa þetta aftur. Þú myndir aldrei gera það og ef þú gerðir það þá næsta víst þú hefur ekkert gaman að því. Eins og vorum að tala áðan, þú vaxinn frá þessu. Ég veit ekki hvernig menn taka þessu, en fyrir mér er þetta bara góð minning. Ekki sem ég langar til þess að gera neitt endilega. Svo fyrir þetta held ég mig fyndist það hundleiðilegt. Hvernig er að vera 70 kallaldir að nenni að vera á 4 fótum á gólfuna að keyra eitthvað bíl. Það gerði maður þegar maður var 9. Á þessum aldri, þá gerði maður það. Þessi sami maður, hann hefur þroskast svolítið. Þegar hann var 9, þá trúði hann ekki Guð. Hældi ekkert í Guði. Og leiddist þessi úrsköpun öll í biblíutímanum. Ég man alltaf með hvað mér fannst biblíutímarnir einstaklega leiðilegir.
Að vísu fannst mér nú yfirleitt ekkert skemmtilegt í skólanum, en biblíutímarnar, nei takk, þeir voru ekki fyrir mig. En ég mætti nú í þá ef maður skrópaði ekki, maður skrópaði hann stundum og það var bara til að láta sér leiðast alveg skelfilega. Og svo breyttist það allt saman þegar ég frelsaðist. Og nú var þetta skemmtilegast sem ég geri, það að stúdera orð Guðs og vera svona í kringu það mál. Þetta er stóra breytingin. Og ég er endalaust þakklátur fyrir það að þessum tíma kom. Og ég er enn þessi þakkláta manneskja og ég er enn að tilbýða og tegna Guð og ég er enn að stunda kirkjuna og hlakka til að fara í kirkjuna eins og ég hef alltaf gert. Ég man eftir því þegar ég var fyrir austan í Neskustad, þá var ég trúaður. Svo ég segi einu sinni enn frá því. Ég man eftir því að ég pínlítið öfundaði þá fyrir sunnan. Þeir hafa alltaf svo miklu betra fyrir sunnan. Að þeir allavega höfðu þessar kirkjur út allt. En svo fór maður suður og beintir í kirkjuna og er búin að vera þar síðan. Menn svo sem er að koma að fara þaðan, svona ekki er svona allir neitt rosalega þakklátt fyrir hana. Þannig að mæta bara stundum. Stundum ekki eins og aðrir þarna, annað fólk sem er þarna alveg trúfast, alveg svoleiðis bara alltaf þeirra getur, þá kemur það. Og ég vil vera þar. Því að trúin er gjöf, og að rækta hana líka er gjöf, og ef við ræktum ekki gjafir Guðs, þá erum við bara vanþakklátt fólk, og það eigum við ekki að vera. Þegar maður er þakklátt fólk. Er ég þakklátur? Ég er allavega þakkláttur núna. Yfirleitt er ég það, já. Mjög þakkláttur. Er ég þakklátastur allra af öllu þakkláttur ef ykkur gefum pening? Ég veit það ekki. Það gefur mér aldrei neitt pening. Kannski að þú prófir að gefa pening og sjá framan í mig hvort ég verið þakklátur. Ég bara veit það ekki. Já, mér hefur nú verið gefið pening, ég man eftir því að þegar ég var að byrja í trúnni þá átti ég ekki eyri, maður. Strákarnir, þeir bara hjálpuðu mér. Ég man eftir einn á okkur, hann réttum 5.000 skall, vá, ekki smá ríkur í dag. En það var nú allt tekið af mér og við fórum þá í ykkur túr til Reykjavík og við vorum alltaf á ferðinni. Og þá segir drottinn við mig, hann ráð, sér strókinn þarna sem að situr þarna, já. Gefðu hann 5.000 skallið. Og ég ekkert að hafa að gefa hann 5.000 skallið. Og ég fór og gaf hann 5.000 skallið minn. Og það var ekkert í vasanum eftir það, en ég er nú hérna þá og lifi alveg ágætis lífi. Þetta er nú svona, það setur mann í stöðu sem hann getur reynt á. Það var náttúrulega vissi alveg stöðuna hjá mér að ég var nú ekki ríkasti maður í heimi, ég var náttúrulega ríkasti maður í heimi, en ekki peningalega. Svo fæ ég þennan 5.000 skall, milli, það andartakið og ég gaf hann frá mér. Það var ekki vegna þess að ég tók það upp hjá sjálfum mér, þetta var bara það sem Drottinn sagði við mig og ég þetta bara lítið honum. En þetta eru komin 20 og eitthvað ár síðan, já, 25 ár síðan þetta var og hér er ég enn, þokkalegu til fara og útlits. Þannig að ef þú þykkur ráð frá Guði og tilheyrir honum, þá ert þú ekkert á neinu flæðiskeri. Þetta er mín reynsla og ég veit að þetta er reynsla annarra og líka þeirra sem eru hlaupnir. Þeir áttu sína góðu stundir í Guði en svo hlaupu þeir, verður það sárir og söktir. Og hvað er svo sem hægt að gera í því? Ekki neitt. En þeir koma þeir vilja. Nú eða koma ekki. Þannig er nú bara með þetta líf okkar að vera á því alveg sjálf hvernig við lifið því. Ef þú vilt ekki vera hjá Guði þá ferðum og ef þú vilt ekki koma aftur þá kemum ekki aftur. Þannig að yfirgefa Guði er alltaf mjög slæm býtti. Og ég held að maður sem að fer eða kona sem fer að hann sé mikið að hugsa um þetta. Og hann sakni margs úr kirkjunni þegar hann var svo mikið stuð þar. Það er oft stuð þar. Og þetta er það sem við erum að halda í. Þetta segir við þig, kæri vinur, ertu ekki að fara, haltu bara áfram.
Það eru stríð og stormar þar líka eins og alls staðar annars staðar í lífinu en samt miklu minna heldur en alls staðar annars staðar, ekki lofa þér því. En þú getur laus við allt vesen. En þú hefur öll tæki og tól til þess að vinna úr veseninu þegar það kemur og þú hefur trúna til þess og Guðs. Það hafa allir sem vilja aðgang að því, en það er fólk verður að vilja það. En hann á afmæli í dag 72, það er ekki það. Ég er að horfa hérna á myndina af mér að 9 ára. Ég sett hana bara inn í ganni. Og þessar myndir líka bara í ganni. Bara svona til að gera eitthvað. En það er allt í lagi að láta sig eitthvað varða afmælisdaginn sinn okkur. Hvað er áttu það? Og það er maður líka að segja að maður gerir ekkert sjálfur, það gerist ekki neitt. Það getur að láta eitthvað gerast og þá þarf maður að gera svo stand og fætur og gera það. En allt er þetta að vinna og svona bara að láta sig hafa að gera eitt og annað. Hér er ég að tala við þig. Sérðu þetta? Já, sérðu þetta. En ég og þú tvarinn, þá nenni ég ekki að tala lengur sjálf á mig, þannig að ég kveð bara og kannski ekki þetta aftur, eftir ár, hver veit.